Ég heilsa ykkur, nafn mitt Tomo Krausenski og ég býð ykkur velkomin í verkstæði Unimax. Þegar við verðum búin í dag verður eitt atriði tilbúið sem ég hef verið að undirbúa í einhver tíma og sem mun auðvelda mér vinnuna mikið. Og með smá íki má segja að það mun jafnvel bjarga lífi mínu. Fyrir utan fasta rafmagnstengingu við fastar vélar þarf ég oftast einstungur. Fyrir færanleg rafmagnsverkfæri sem ég nota eftir þörfum á ýmsum stöðum í verkstæðinu, þar sem auðvitað ekki alltaf rafmagnseinstungar tiltæk. Þannig að ég þarf að nota framlengingarsnúru. Liggjandi snúra þó ekki aðeins óhendur, heldur jafnvel hættuleg því að fasa og detta í verkstæði getur, og það án íkju, haft alvarlegar afleiðingar. Það auðvitað líka pirrandi að þurfa að vinda upp og pakka saman þar sem snúran flækist og festist á þann hátt, sem þú myndir ekki ná, jafnvel þótt þú reyndir. Þess vegna greip ég til snúruvinda og hengdi hana upphaflega á fót vinnuborðsins. Fljótlega áttaði ég mig á því að þetta leysti aðeins hluta af vandamálinu mínu. Fyrir vinnu get ég auðveldlega dregið snúruna þar sem ég þarf og eftir vinnu geng ég frá henni jafn auðveldlega. En á meðan vinnu stendur rekst ég enn í hana eða stíg á hana. Auk þess áttaði ég mig á því að ég átti nákvæmlega sama vandamál með loftslöngur, byggt á góðri reynslu með snúruvindina. Þess vegna ákvað ég að fá mig vinda, fyrir loftdreifingu líka, en aðalega að setja þau, bæði, upp í loftið. Þökk sé stillandi úr stöðvunarhlutanum læt ég nákvæmlega þann hluta snúruna, eða slönguna standa út úr tromlunni svo ég ná í hana frá gólfinu, án þess að hún trufli mig þegar hún vaðinu. Við vinnu dreif ég aðeins út þann hluta sem það, en þannig að hann liggi ekki óþarflega mall. Rafmagnsvindan búin 12 metra löngum snúru, með 3 leiðurum með þverskurða flatarmál 1,55 mm, með gúmmínangrun og neopren ytra byrði, fyrir meiri vélræna álag. Þrátt fyrir að við venjulegar aðstæður myndi slík snúra í óvafinu stöðu auðveldlega ráða við stöðugt álag með 16 amperum, sem viðnámsjálar 3680 vött. Framleiðandinn mælir líklega vegna kommutatorsins og lokaðrar hönnunar með hámarkstengdu afli 2500 vött og það í óvafinu stöðu. Og snúran ekki að bera meira en 800 vött. Við langvarandi eða stöðugu álagi gott að virða þetta, en til skamms tíma þolir snúran einnig herra álag. Að auki, fylgist öryggisrofi með öllu. Ég valdi seinni vagnin með frekar styttri slöngu en með stærra þvermáli til að lágmarka þrýstingsmissi. Slangan 9 metra löng þannig að hún nær auðveldlega yfir alla verkstæði og nær einnig út. Ef ég vil hreinsa eitthvað með þrýstilofti og vil ekki skýta út verkstæði. Slönguhjólið afhent án faltingja aðeins með ytri þráðum 4 tommu þannig að tengingu við loftdreifingu hægt að gera með skrúfunum eða nota nippil fyrir faltingi. Á hinn endan myndu örugglega nota faltingi með innri þráðum. Þú þarft að kaupa hana sérstaklega og ég fór í ferð til Unimax, það sem hjarta mitt tók til. Þéttar og samt massífa kopar faltingjur með áletruninni Made in Germany virka alveg frábærlega. Með hverjum trommu fylgja 2 stálfestingar með 10 mm þvermál sem fullkomnar til dæmis í steypu. Ef þær hins vegar ekki hentugar fyrir efni loftsinstíðis, notaðu þá festingarefni sem tryggir nægjanlegan styrk tengingarinnar. Því að vindurnar verða yfir höfðinu á þér, svo þú vilt örugglega ekki að þær falli niður í brosið þitt. Fyrir utan að festa sjálfar vindurnar í lofti þarf einnig að leysa orkuflutningana, hvort sem það með því að setja þær í rennu, eða eins og ég gerði, hengja þær á króka. Ég haka við. Nokið. Vindur á loftinu þýðir endalok flæktra slanga og kabla, að stíga á þá og rasa. Ég hef rafmagn og loft hvað sem í verkstæðinu, og einnig fyrir framan hurðunar strax tiltækt, og jafnfljótt og örugglega gengi frá. Vinsamlegast skráðu þig til áskriftar og stiftu tilkynningar ný myndbönd frá Unimax verkstæðinu með því að smella á bjöllutáknið. Einnig gleður okkur ef þú gefur lík eða skilur eftir uppbyggilega athugasemdir og það verður mér ánægja að sjá þig í næsta myndbandi.